Nú ætlum við að renna okkur í 7. kaflan úr bókinni Mannslíkaminn, en þessi kafli fjallar vímuefni. Líkaminn býr til mikið af boðefnum sem hafa mismunandi hlutverk. Þau hjálpa okkur til þess að bregðast við mismunandi aðstæðum. Sum láta okkur líða vel, sem þá verðlaun fyrir eitthvað sem við gerum, til dæmis líkamsæfingar. En líkaminn gerir okkur líka tilbúin til þess að takast á eða vera viðbúin í átök eða hreinlega í að flýja. Og þar til dæmis nefna adrenalín virkar í báðum þessum tilfellum. Það er líka hægt að koma í líkamann tilbúnum efnum, vímuefnum, sem að koma svolítið í staðinn fyrir þessi efni. Og það sem að gerist í raun og veru er að líkaminn hættir þá að framleiða þessi boðefni sem láta okkur líða vel og býður eingöngu eftir vímuefnunum. Líkaminn myndar líka þol gagnvart þeim, þannig að við þurfum alltaf meira og meira. Við viljum að byrja á tóbakinu. Á hverjum einasta degi deyr einhver á Íslandi vegna sjúkdómastengdri reykingum. Ýmist krabbamein, lungnaþembu, öllum mögulegu, allt tengt reykingum. Það eru yfir 40 krabbameinsvaldandi efni í sígarettum og í tóbaki bara, yfir höfuð. Eitt svona eitraðasta efnið í þessu er nikótín. Það skapar í raun vímuna sem fylgir tóbakinu. Það nær til heilans mjög hratt út í blóðið og það er mjög erfitt að hætta ef maður byrjar. Það er í raun bara eitt sem hægt er að gera, það er að byrja aldrei. Hérna sjáu þið myndir, þetta eru lungu heilbrigðs einstakling sem reykir ekki og lungu einstakling sem er búið að reykja í svolítið góðan tíma, og hérna er hjartað líka. Þið sjáu þetta er allt annað. Svo er því líka stundum verið líkt saman við það að kissa eitthvað sem reykir sig eins og að sleikja öskubakka. En það fylgir sígarettum og reykingum ótrúlegur sóðaskapur, fyrir utan bara peningarna sem þetta kostar. Reykingamaður sem var búinn að reykja í áratugi sagði einu sinni við mig: ég þarf að reykja eina, stundum 2 sígarettur á morgnana til þess að mér líði eins vel og þér. Hann var sem sagt farinn að reykja ekki til þess að sér líði vel, heldur til þess að koma í veg fyrir að sér líði hreinlega illa. Og það er aðstaða sem enginn vill komast í. Það er bannað að selja tóbak öllum sem er yngri en 18 ára og það er búið að banna reykingar mjög víða, til dæmis á veitingastöðum, í öllum opinberum byggingum, búið að vera reyndar töluvert lengi á skólum, og víðar kom reyndar upp í kringum síðustu kosningar að banna reykingar á göngustígum í ákveðnu sveitarfélagi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er önnur og lengur umræða. Sígarettureykur, eins og við sjáum þessari mynd hér, hefur áhrif á ótrúlega mikið í líkamann og getur valdið sjúkdómum mjög víða, ekkert bara í munni og lungum. Nef- og munntóbak er bara tóbak án reyks, mikið af eiturefnum í tóbaki, en tóbakið, ef að það er tekið í munnin, þá étur það hægt og rólega upp tannholdið. Hérna sjáðu þið hvernig tannholdið er bara farið. Þetta getur líka gerst ef menn takið í nefið, þá eyðist upp í nefinn á þeim slímhúðin sem er þar. Þetta getur líka valdið krabbameini og öllum sömu í raun sjúkdómunum og sígarettureykur. Áfengi er annað vímuefni sem er löglegt eins og sígarettur, en maður þarf að vera orðinn 20 til þess að mega kaupa það. Þetta er tiltölulega einfald efnafræðibyggingu. Hérna sjáum við 2 lífrænar sameindir. Þetta er annars vegar etanól eða tréspyri, metanólsig eða etanól sem er áfengi. Þið sjáum að munurinn er bara, ef ég tek þetta hérna í burtu, þá er þetta alveg eins hjá þið. Þetta er baneitrað. Fólk verður blind ef það drekkur tréspýra, en ekki þetta, þó þetta sé óæskilegt fyrir börn.
ef að það er verið að brugga við ófullkomnar aðstæður, eins og oft er verið að gera þegar verið að framleiða landa, þá þarf ekkert mikið til að það myndist svolítið af tréspíra. Hann getur verið stórhættulegur. Etanól verður til þegar sveppir umbreyta sykri í orku fyrir sig. Þá verður til etanól svona aukalega, en þetta gerist eingöngu við aðstæður þar sem er ekkert súrefni, við loftfylltar aðstæður. Áfengi sem er innbyrt kemst mjög hratt út í blóðið og hefur áhrif á allan líkamann, þó aðallega á heilann. Það hefur ekki bara skaðleg áhrif á heilann og lifrina og megnið af líkamannum, en það hefur líka ýmis önnur skaðleg áhrif. Fólk er til í að gera allan fjandann þegar það er undir áhrifum áfengis. Það er ekkert voðalega skemmtilegt að vakna og sjá svona myndir af sjálfum sér á netinu og muni ekki neitt. Þá er miklu betra að vera bara við stjórnina sjálfur og drekka ekki áfengi. Það fær menn til þess að gera ýmislegt sem þeir myndu ekki annars gera. Sumir verða árásargjarnir, aðrir láta eins og kjánar. Og það er stundum talað um að áfengi gerir menn sjálfsörygga, en það er í raun og veru falskt sjálfsöryggi, því að menn eru raun og veru að spila eitthvað annan en þeir eru. Ungt fólk er viðkvæmara fyrir skaðsemi áfengis heldur en fullorðnir, og þess vegna er til dæmis ófrískum konum ráðlagt að hvorki reykja né drekka, og það er bara búið að sýna fram á bein tengsl milli skaðsemi þess og við fóstrið. Og rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem að reglulega áfengisneysla hefst síðar, þeim mun minni líkur er á vandræðum tengdum áfengi. Það er að segja, eftir því sem þið eruð eldri þegar þið prófið að drekka áfengi, að þá eru minni líkur á þeim missi stjórn á því. Og í raun hvert ár skiptir gríðarlega miklu máli þangað til þið eruð orðinum kannski 20 eða svo. Það fylgir áfengisneyslu mikil hætta. Fólk er til í að gera alls konar vitleysislega hluti, og ef að fólk fer út í umferðina ölvað, að þá er það stórhættulegt ekki bara fyrir það sjálft, heldur alla í kringum það líka. En þá er þessu lokið.